Nú ætlum við að skoða mismunandi rúmfræði form í þrívídd. Hérna ferstrendingur eða réttstrendingur. Hann með öll hornin 90 gráður, grunnflöturinn ferhyrningur og þetta hægt að láta hvaða flöt sem standa sem grunnflötur en oftast látum við þetta nú standa svona. Við getum reiknað rúmmál með að gera lengd sinnum breidd sinnum hæð og við getum reiknað flatarmálið á hverjum fleti fyrir sig og fengið yfirborðsflatarmálið. Ég á myndbönd sem útskýra hvoru tveggja. Annar réttstrendingur eins og þessi hérna, nema þessi jafn á alla kanta og heitir þá teningur. Þá til dæmis nóg fyrir mig þegar ég reikna yfirborðsflatarmálið að reikna eina hlið, lengd sinnum breidd og margfalda svo bara sinnum 6. Þetta svo þrístrendingur af því að endinn þríhyrningur. Ég get reiknað rúmmálið með því að gera grunnlína sinnum hæð í botninum og svo sinnum hæðin til þess að fá rúmmálið. En ef ég ætla að reikna yfirborðsflatarmálið á þessum, þá þarf ég að fara að finna flatarmálið á hverjum fleti fyrir sig og leggja það saman. Ég á líka myndbönd hvernig þú gerir það. Síðan það píramídarnir, þeir líta svona út, geta verið með ferhyrning sem grunninn eða þríhyrning og við þurfum alltaf að reikna grunnflötin, svo sinnum hæðina deilt með 3 til þess að finna rúmmálið. Yfirborðsflatarmálið aftur að finna hvert flöt fyrir sig og leggja það saman. Píramídar geta verið með 5-hyrning, 6-hyrning, hvaða marghyrning sem í botnin. Svo það síðasta sem keila. Aftur það til bara sérstök formúla fyrir möttul keilu. Það til formúla fyrir flatarmáli hrings, þannig að yfirborðsflatarmáli hérna ekkert mjög erfitt. Og rúmmálið aftur grunnflöturinn, hringurinn, radíus í öðru sinnum pi, sinnum hæðin deilt með 3. Þannig að við þurfum að átta okkur á því hvaða form við erum með í hverju sinni, finna rétta formúlu, átta okkur á, erum við að reikna rúmmál, erum við að reikna yfirborðsflatarmál og gera þetta svona eitt skref í einu því þetta misflókið það sem við þurfum í raun að gera.